Þetta reyndar leiðilegt dæmi. Ég ætlaði að henda þessu út, ég glemdi enn í pakkanum. Þetta er í raun og veru, vil ég giska fyrst? Maður heldur að það sé eitthvað svona hvernig flæðið í þessu sko, en þetta er eitt peculiarity í Java. Ef að ég er með konstruktúr sem heitir public top string s, tekur færibreytið, þá verð ég að vera með default konstruktur. Þess vegna ég segja að þetta er svolítið nasty. Þetta bara virkar ekki þessi kódi. Og ástæðan er svo að það verður að vera til tómur konstruktur. Já, ég byrst bara afsönd. Já, þú getur sleppt default ef þú getur sleppt á hann, sko, en þá ertu ekki með neitt. Já, það er alltaf, en ef þú með einn, þá þarfst að búa til hinn. Þetta er mjög skrítið. En þetta er ekki eitthvað sem við þurfum að hafa miklar áhyggjur á í lífinu. Svona er peculiar mál. Heyrðu, software design. Það er ekki komað að breyka. Ok, nú ætla ég að fara aðeins í þetta dæmi hérna með endurnar. Taka það aðeins. Það er rosalega mikilvægt að, og þetta er eitt konventslag nr. 2 sem segir ekki, það er alltaf hægt að gera, það er aldrei hægt að gera hlutina rétt, en það er alltaf hægt að endurskrifa heilu kerfin þegar allt er komið í klessu, en að gera þau vel upphaflega og halda því er erfitt. En ef við hönnum ekki hugbúnaðinn, þetta er óbáslega mikilvægt atriði og ég þekki þetta mjög vel í minni vinnu. Til dæmis öll API sem eru búin til og gefin út af fyrirtækinu, þau fara ekki um rýnihóp. Ef það tekur tíma, þá tekur það tíma. Mér er alveg saman. Ef það fer ekki í rýnihópin, þá fer þetta á eitthvað custom codebase, það fer ekki inn í repository. Það er svona stefnan sem við viljum hafa. Það verður að rýna þessa hluti og það verður þá bara að kasta allir frá sér og fara í þá vinnu. Og það er mjög auðvelt þegar þú sérð ljótan kóða, þetta er kallað codesmell. Það lyktar illa, þá bara finnur lyktina. Code-torrent, hann er svona dæmi maður ætti að eiga svona stempil, þannig að það fær skilaverkefni, það bara, þetta er ógeðslegt. En við þurfum líka að skilja af hverju það er, og það er svolítið það sem ég ætla að reyna að fara yfir. Þannig að þessi gæi, hann poppar upp hérna á næstu glærum. Góðhönnun byggir á þessum hlutbundnu prinsipum og tekur í burtu svona flókin API, býr til slagsskiptingar. Ef ég er með eitthvað flókið API, einhverja skattatengingar eða financial tengingar, þá býr ég til abstraction og það þýðir bara það að það er hérna smá veggur á milli. Kóðið minn er hér, svo kemur svona gátt yfir í hitt. Þannig að ef það kemur eitthvað annað ógeð þarna bakvið, þá get ég skipt því út öll á þess að rústa öllu hérna. Flexible, sem þér að við getum breytt í, og contains loosely coupled component. Það hefur ekki heyrt svona áður að segja þetta allir. Svo útskýrir enginn hvað það þýðir. Ég ætla að reyna að gera það. Hvað þýðir flexible? Hvað þýðir loosely coupled? Og við ætlum að reyna að skoða dæmi sem þýðir þá. Förum á í þennan pondleik með endur sem er hérna, þetta er einhver frábær tölvuleikur. Þetta er tekið úr þessari bók. Ef þið hafið aðgang að þessari bók, þá var þetta svona prófessorar í háskólum, þeir finnst þess að head first bækur óbúslega lúalegar. En mér finnst þessi bóka æðisleg. Hún er það er svo auðvelt að nota hana og ég mæli alveg með að þið hafið þetta á náttborðinu, þessa önnina allavega. Simudoc er þessi leikur. Þetta er stólið úr þessari bók sem sagt. Og það er einhvern svona endur sem maður á að nota og það eru tvær tegundir af endum. Það er við erum með klasa duck sem er svona layered supertype klasi, hann er með bara önd. Og síðan búum við til svona tvær undirtegundir. Mallard duck, redhead duck og það er eitthvað svona display, það er kunna að displaya sig. Og það sem er svona sameiginlegt, quack, swim, display og síðan allt, það er svona, sjáu ekki hvað þetta er glæsileg hönnun. Meina svona myndi maður að gera þetta. Þannig að það er einhver svona base klassi og svo kemur þessi sérhæfðu subtípur sem er þá Mallard og redhead. Og þetta hefur alltaf virkað.
En nú þurfum við að fá fly inn í það líka. Við þurfum að láta það fljúga. Þessi nýr fítus í leiknum það að stans að synda á kjörninni þá kemur nýr fítus. Við þurfum að næsta útgáfan á að vera hérna með svona fly methodu. Þannig að til þess að gera það þá bara bætum við fly við þarna. Sjáu í duck-klassar. Þetta er lógist. Endur kunna að fljúga. En þá kemur hérna böggurinn vegna þess að það er til endur sem fljúga ekki. Og það er nefnilega rubber duck í leiknum. Allt í einu fer hann að fljúga. Þetta er mjög ósamfærandi. Þannig að það þarf að gera eitthvað í þessu. Þessi má semst ekki fljúga. Þá er spurningin, hvað gerum við þá? Við gleymdum hérna rubber duck. Og allt í einu flýgur hann. Hvernig leysum við þetta? Mjög einföld leið. Hvað myndið þið gera? Setja breytu inn sem að fly true or false. Ok, það er hugsanlega hægt að gera það. Hvað segir þau? Inn í... Já, ok, það er líka hægt. Skoðum það, en það sem við ætlum að gera hér er að bara yfirskrifa þetta drasl. Og bara yfirskrifum quack hana, hann er með squeak og síðan séum við bara hana do nothing fyrir þennan hana. Og vegna þess að við erum svo rosalega klár, þá ætlum ekki hanka okkur á þessu, þá bara tökum við hérna decoy duck sem er hérna tálbeitan sem veiðimennum. Hann er líka svona. En þá kemur þessi. Það er eitthvað bogið við þetta. Þetta nefnilega er ekki alveg nógu gott. Þó svo þetta sé einfalt dæmi, þá er þetta mál sem að er rosalega stórt og mikilvægt. Þegar við erum komið með flókin hugbúnaðarkerfi sem keyrir á production og við erum að hakka í svona hlutum, þá brotnar furðulegustu hlutir. Og við eigum dögum í að finna það út. Skoðum þetta eins. Hvað af þessu eru vandamál? Til þess að, og lesum þetta. Which of the following are disadvantages of using inheritance to provide duck behavior? Ok, það er fleiri en eitt svar hérna. A segir code is duplicated across subclasses. Er það rétt? Klárlega. Runtime behavior changes are difficult. Ég hef talað það að klasshierarki eru mjög rigid. Og segjum að ég vilja geta sett dynamically, bara í kistlutíma. Nú ætlum ég að láta þennan hérna gaur vera flyable, bara allt í einu, hann á að fljúga. Þá get ég það ekki svo auðvitað. Vegna þess að fallið er jú komið, það þarf að bara breyta því. Þetta bara er klárlega erfitt. C bara vitleysa. En D, hard to gain knowledge of all duck behaviors. Þetta er nefnilega eitt í þessu sem er líka rosalega mikilvægt. Segjum að við erum með einhverja svona core-deild sem býr til duck-klassan. Ok? Og svo er einhverja svona ákveðnir svona teimi í fyrirtækjum sem að búa til svona mismunandi endur eða búa til hitt. Það þýðir að það er communication path á milli. Og hvernig virkar sá communication path? Jú, menn þurfum að vita allt duck-klassan. Ef ég fæ ekki source-kóðan, þá er þetta ónýtt. Ég verð að hafa source-kóðan. Og þetta er akkurat það sem gerist. Ég þekki þetta svo rosalega vel sjálfur og því að við höfum verið að forrita rosalega mikið á móti svona core-deild og síðan einhver integration-deild og svo þurfum menn að tala saman. Myndar óbóðslegan samskiptagang hérna á milli. Og svo hætta menn að tala saman. Og þá kemur Conway's lögmál nr. 1 að hugbúnaðurinn fyrir að vera skrítin, hann fyrir að verða eins og samskiptamátarnir. Þannig að deildin sem er að nota hinaklassan, hún hættir að nota hinaklassan fyrir að gera sjálfhluti. Þannig að mallardökk eða hvað heita, þeir geta orðið haft rosalega mikla virkni sem ætti kannski að vera í dökk. Þannig að við þurfum óbúslega mikla þekkingu til að gera þetta. Þó svo að þetta dæmi sé einfalt, ímyndið ykkur 1000 klasa á production, 100.000 notendur að loka sig inn á sama tíma og það þarf að gera breytingu. Er bara einhver vitleysa og breytingar geta haft áhrif. Það er Liskov. Þannig að það sem við gerðum var það að taka
behavior, einhverja eiginleika andar og tróða þeim inn í erfðatré. Og þá eru endur sem hafa ekki þessa eiginleika allt í einu farin að fara að fá eitthvað sem þeir ekki vera með. Við þurfum sérst að þekkja superklassan, það er þarna setnipunkturinn, og notendur á base-klassanum þeir ætti í raun og veru, ef ég gerir test sem að testar endurnar og það fljúa, svo gerir ég testið á Rubberduck og hann flýgur ekki, þá brotnar testið. Þetta er svona einfalt dæmi en það er til flóknari. Þetta er Liskov substitution principle, þannig að ef að notandi á base-klassanum á öndinni ætlast til þess að þú sért með ákveðna functionality, það er semst ætlast til þess. Það getur verið að sé ekki ætlast til annarra hluta, en það sem er ætlast til að sé óbreytt, það verður að virka. Ég var með Liskov hérna einhvers staðar, já, einmitt, þetta er Liskov. Og hún setti fram þetta principle, substitution principle, subtypes, það er að segja Mallarduk og þeir, must be subsuitable for their base types. Code that uses references to the base class must be able to use objects of derived class without knowing it. Þannig að virknin sem ég ætlast til að fá, hún má ekki eyðileggja hana í klassanum, annars þú gera eitthvað annað. Þú voru að gera hlutina öðruvísi. Og þetta er mjög mikilvægt prinsip. Tökum dæmi hérna. Þannig að segja önnur leið til að segja þetta er að kóðinn hann hérna completely transparent. Og við getum skipt hvaða hérna objekti út í hierarkínu. Þannig að það má ekki eyðileggja það er svona assumptionin sem að base classin gerir. Hér er dæmið. Við erum með rectangle sem er með breidd og hæð og svo erum við með get og set og allt þetta. Okay? Þetta er mjög einfalt dæmi. Síðan kem ég hérna og bý til square, en af því að það er svona næstu því eins, þannig ég ætla svona, þetta er eiginlega eins, þannig að ég bara nota sama klasa. Ég vil ekki code duplication, lærið það einhvers staðar að það væri mjög vont. Glæslegt, þá gerum við þetta svona. Þá brotnar eitthvað annað, þannig að það ætlast til þess að rectangle sé nokkulega rectangle, þannig að ef ég nota rectangle, þá ætlast ég til þess að það sé rectangle. Og þá er testið hana, það getur kóðan hana, ég byrði nýja square, ég seti inn í rectangle, þess að reference breyta er rectangle og svo square erfið, það er subtypan, þannig að það má vera hvað sem er hana hinum megin, vinstra megin. Svo seti ég 5 og svo seti ég 2 og þá ætti ég að vera með flatarmáli 10, er það ekki? 5 sinnum 2 ætti að gefa mig 10 og ég dundraði þessi í einn assert hérna og þá feilar þessi. Þannig að hann náttúrulega eyðilagði kóðan. Þannig að þá ertu búin að eyðileggja alla forsendur sem að menn gáfu sér fyrir base-klassan. Þannig að þetta má ég ekki gera. Þannig að það er klárlega eitthvað annað sem að ég þarf að gera ef ég ætla að fá square. Alveg eins og það að eins og með hérna endunar, það er eitthvað annað sem við þurfum að gera. Ok, höldum áfram með þetta. Einhver nefndi interface hérna. Við getum notað interface, gert flyable og hérna quackable, svona. Þessir útfaraða. Interface er alltaf hérna frábæri, alltaf þetta að koma með interface á allt. Er ekki breyka eftir 5 mínútur, ég held það. Og, en hvað er þessu? Eftir nokkur sekund þá kemur Code Horror út í glæruna. Af hverju er hann hvart yfir? Fyrirgeðu. Já, ef að hinir tveir eru ekki og reyna að keyra fly á þá í gegnum flyable eða eitthvað, þá náttúrulega virkar það ekki. Það er annað sem ég er að hugsa hérna. Það er hérna, það er getur flyfallinu hérna, Mallarduk. Það er líka í hinum, hvað svo, Red Hat. Hvernig lítið það át? Þetta er sami kóði. Það er sem sagt, interface geta búið til óbáslega mikið að kóða.
af því að það þarf að útfæra þetta. Það þarf að útfæra á mörgum stöðum. Þannig að þetta er klárlega ekki alveg nógu rétt á leiðin til að nota interface. Hvað er vandamálið? Við reyndum erðir sem breytir þá öllu hlutinu. Við reyndum interface, þá kemur code completion og vandinn er þessi. Við erum að reyna að tróða mismunandi tegundum af kóða inn í klasaritið. Mismunandi tegundum af kóða. Við erum að hugsa þetta aðeins öðruvísi. Það er lausnin. Það er það sem við þurfum að gera. Þá býð til klasa, tek þetta út. Og af hverju gerir ég það? Separate variations. Separation of concern. Þetta er ekki sama típan af vandamáli hérna. Þá tek ég behaviorin út. Og ég gef öndum eiginleika. Þú getur flogið, þú getur gert þetta, þú getur gert hitt. Já, breytur. Eða lista, breytur bara. Þannig að það sem við þurfum að læra er að fatta hvenær ég á að taka hlutina út og hafa það á annar staðar. Af því að þeir eiga bara ekkert við þetta. Og það er það sem við þurfum að þjálfa okkur í. Það tekur svolítið tíma. Separate variation. Identify the aspects of your application that vary and separate them from what stays the same. Og þetta er sem sagt separation of concern. Ég bý til interface.